Allt það besta ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Já, komið sæl, það Sýnir Egils heilsa. Við ætlum að byrja hérna á vettvangi dagsins eins og ævinlega, síðan í hálfleik tölum við bræður aðeins saman stjórnmálin og svo í lokin förum við að tala kjaramál háskólamenntaðra. En við ætlum að byrja hérna á vettvangi dagsins, það Helga Vala Helgadóttir lögmaður, Helgi Seljan rannsóknarritstjóri á Heimildinni og Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar. Mér langar að byrja í stjórnmálum dagsins aðeins. Þessi flokksráðsfundur hjá Sjálfstæðisflokknum var helgina og það greinlegt að þeir eru með einhverja pínu í sér, en líður ekki mjög vel og meira þess að gengur Bjarni svo langt hann ætlar að íhuga stöðu sína. Helga Vala, fylgdist þið með þessu? Já, þú veist að ég náttúrulega, það eitthvað að mér sko. Ég satt heima og horfði á ræðuna. Ég held að það hljóti að vera einhver heilkenni að gera slíkt þegar maður komin út úr þessu sjálfur sko. En hérna já, ég hlustaði á ræðu Bjarna og fylgdist með svona því sem að gerðist í aðdragandanum. Sá heilsuðu auglýsinguna í Mogganum frá ungum sjálfstæðismönnum. Hún var merkileg. Já, hún það og þú veist, borgarfulltrúi að skrifa grein og fyrirrandi ráðherra flokksins að skrifa grein og fyrirrandi formaður flokksins auðvitað komin í annan flokk, þannig að það ekki alveg jafn mikill þungi í því, en það var svona áberandi fannst manni í þessari ræðu sko að manni finnst einhvern veginn eins og svona stemningin sé svolítið farin úr formanninum. Þú veist, hann er búinn að missa klefan. Já. Og þá flokknu líka, þetta stoppar svolítið á honum allt saman. Já, það svolítið þannig. Já. Og það virðist vera sem að, og svona, hann tók sér til og rifja upp gamlan frasa frá Davíð Oddsssyni. Þú veist, þá átti það einhvern veginn að hjálpa honum yfir einhvern þröskuld, sko, að ná einhverjum heim, að vísa í Davíð Oddsson, að Davíð talaði sko svona vendingar og læti í pólitíkinni sem bara svona pólitískt rok. Og bætti svo við pólitískt rok lítur ekki lögmálum veðurstofunar og maður hugsa bara lítur eitthvað rok lögmálum veðurstofunar þú veist hvað þá var þetta bara svona línan út í salin af því að þetta lítur ekki lögmálum veðurstofunar. Þannig að við skulum öll vera róleg, við þurfum ekki að byrgja trampolínið eða eitthvað, ég veit ekki. En eftir að vera 10 ár í ríkisstjórn og svona áhrifamesti flokkurinn allan tíman, þá ætlaði núna að fara að skerpa á stefnumálum. Já. Þannig ekki bara merki sína verkin, ekki svoleiðis? Já, ég held bara einhvern veginn að þau viti kannski ekkert alveg, þú veist, ég held að þau kunni það kannski bara ekki lengur. Af því þau eru búin að vera í einhverju svona mjalli svo lengi að það svolítið seint að ætla að fara að skerpa á stefnumálunum núna. Af því að ef eldurinn farinn, þá ert þú kannski ekki manneskjan til þess að fara að stokka upp. Sko. Helgi, fylgdist þú með? Já, svona, þú veist, eins mikið og ég hafði nennu til og ég svona, mörguleiti sammála því og sammála því sem Helga var að segja, en það sem orðið svo áberandi og hefur verið í svolítið langan tíma að hann nennir þess ekkert. Bara pirraður og fúll og veist, við höfum öll unnið með svona fólki sem einhvern veginn bara löngu brunnið á því og brunnið út og þú veist, verður bara fúllt og þú veist, það var alltaf einhvern veginn svona ský yfir þeim. Svo höfum við líka flest séð Bjarna í svona fílukasti, sko, eða reiðikasti. Já, og svo þú veist, þetta svona, þetta minnir mig á mannin sem sagði sumarið mitt skammdegi, hann einhvern veginn þar núna. Og hann og svo verður hann bara pirraður og það verður svona yfirlæti eins og þetta með lögmál veðurstofunar og eitthvað. Því sko, hann kann ekkert, þú veist, þetta eins og Sigmundur Davíð þegar hann var forsætisráðherra, þá ætlaði hann alltaf, þá fannst honum hann og ætlaði alltaf að vera Davíð Oddsson en var bara Halldór Ásgrímsson. Og og þetta svona, og Bjarni einhvern veginn að reyna, þú veist, þetta núna ætlar að fara að taka á þessu með einhvern svona djókinum, hann bara ekkert fyndinn, sko. Sólveig Anna Jónsdóttir, fylgdist þú með? Það gerir ég sannarlega ekki.
Ég en hefur lesið einhverja fréttir úr þessu? Bara eitthvað svona þau eitthvað að koma saman og þú veist, vera cool. Nei. Ekki til að leggja leitt mat á stöðuna? Nei, bara, þú veist, þetta bara svona. Ég sagði nú hér einhvern daginn við Brynjar Níelsson að augljóslega væri bara flokkurinn í frjálsu falli af því að það gæti engin lengur kosið nýfrjálshyggjuna. Þá hún væri svo ógeðsleg og lyktin af henni væri svo vond að fólk væri náttúrulega bara á harða hlaupum. Þannig að þú veist, þessi prósent sem eru þarna eftir, það þá vendarlega íslensk auðstétt sem að sjálfsögðu vill halda áfram að hafa þetta fólk við völd svo að það haldi áfram að selja þeim banka og gefa þeim peninga og þú veist, leyfa þeim að dingla sér og dúla sér, en nei, ég fylgst ekki með. Hér sagði, fyrir viku sagði Ellert Tómas Ellersson núna í Miðflokknum, áður í Sjálfstæðisflokknum, hann sagði það að Sjálfstæðisflokkurinn einsmálsflokkur og það það að koma nógu miklu til hinna ríku. Sko þetta Hver Tómas Ellertsson? Hann var bæjarfulltrúi Miðflokksins í Árborg. En sko, að því að það alveg, ég sá Elías Pétursson sem hefur verið sveitastjóri og var svona, þú veist, bara svona gæi sem var verktaki og þú veist, fór síðan eftir hrun og fór að læra viðskiptafræði og bara svona, hvað ég segja, svona, þú veist, gamaldags sjálfstæðismaður. Hann var að skrifa þetta á Facebook í gær sem ótrúlega áhugavert því alveg sama hvað manni finnst sjálfstæðisflokkin og nýfrjálshyggjuna, þá neglir hann þetta svolítið vel þegar hann að tala að sko að flokkurinn sé bara komin í þá stöðu að hann fyrst og fremst orðin komin í einhverja svona brjóstvörð fyrir stórkapitalið og málið að hann hefur, sko, ég veit að nú verður Sólveig hann brjáluð, sko, en hann hefur ekkert alltaf verið það, af því að hann hefur alveg haft hann hefur allavega getað snoppað niður fyrir sig, hann löngu hættur að reyna það, þú veist, þetta snúr, þú veist, það ekki eins og, þau reyni ekki eins og lengur að eins og að lýsa, þau reyni ekki eins og lengur að láta eins og þau séu einhvern veginn að þjóna, þú veist, þó ekki verið nema sko minni fyrirtækjunum, þú veist, breytinni af þessu sem þau eru að höfða til og þess vegna eru þau í 13,9% af því að þrátt fyrir allt, þá hafa þessi gæjar í borgartúninu bara eitt atkvæða mann, sko. Já, það er einmitt eins og þú segir að því að sko þessi almenni og það er að tala borgartúni eystra, sko, ekki Ég hef samt líka bara eitt atkvæði fyrir mér. Þessi almenni flokksmaður fyrirtæki eigandi með svona millistórt fyrirtæki sem eru auðvitað megin þorri fyrirtækja að hann, þú veist, kannski bara missa tenginguna við þetta batteri sem farið að snúast meira. Flokkurinn hafi svikið sig. Já, ég meina og þau eru að tala þarna bara af hverju eru þau ekki lengur að vinna fyrir okkur sem erum með fólk í vinnu og rökum fyrirtæki og eitthvað. Þannig að þau eru líka að missa þennan hóp. Já, ég meina þetta flokkur sem hefur, það eina sem hann, sko, þú veist, hann hefur verið að reyna að fara í stríð núna í mörg ár við það einhvern veginn að reyna að afvopna samkeppniseftirlitið. Það síðasta vígið af þessum eftirlitsstofnunum, þú veist, og af hverju ætti flokkur sem að væri að þykjast vera svona borgaralegur hægri flokkur að vera að pöngast á samkeppniseftirlitinu? Og það er ekkert smá, sko. Það meikar engan sens. Bjarni minnir mig svolítið svona bara Munkhausen, sko, hann alltaf reyna að rífa sig upp á hárinu. Það bara ekki möguleiki, hann það mikil sko, sem hann sokkin í. En Smári, þú lítur að fyrst náið með nágrönuðinum í Sjálfstæðisflokknum. Nei, ekkert. Hérna í næsta húsi. Ekkert svo bara, fylgdist bara með fréttum og svona. Þetta var ekki sögulegu fundur og sömuleyti að því að ég hitti fólk sem að telur að Sjálfstæðisflokkurinn eigi að vera sinn flokkur, einhverju sem er í svona smá atvinnurekendur eða eitthvað slíkt og til þess að vera svikinn og það eru margir sem til þess að vera svona borgarlega þengjandi sómakert fólk sem lítur líka á flokkina að við svikið sig að vera með skattsvikara sem formann og allt svoleiðis. Maður áttar sig líka á því að þetta var Sjálfstæðisflokkurinn sérkennilegt fyrirbrigði, hann var einhverju fjöldahreyfing og það var, hann náði að kljúfa verkalýðshreyfinguna því að voru bara verkafólk og láglaunafólk sem að studdi Sjálfstæðisflokkinn. Þetta er svona afsprengi af bara fasisma og Mussolini og fyrirbrigðum og þetta hékk einhvern veginn saman á einhverju, ég upplifði bara hékk saman á einhverju lygi. Að halda saman þessi flokkur sem var raunverulega að berjast fyrir hagsmunum allra ríkustu fyrir
fyrir auðveldið. Það gat birst fyrir kosningar eða verið með einhver mál sem að hluta af lágstéttinni hún upplifði að það væri verið að vinna fyrir sig. Og þannig var flokkurinn. En ég fylgst með þessu eins og þið að það eru alltaf fleiri og fleiri sem að skilgreina flokkurinn. Þetta er bara stjórnmálaarmur Samtaka atvinnulífsins og Samtaka atvinnulífsins ekki lýðræðislegu vettvangur allra fyrirtækja í landinu. Það er bara stjórnin það er bara allra ríkasta fólk á landinu sem að stýrir þessu og þau eiga viðskiptaráð og þetta eru hugmyndasmiðjur flokksins. Og þegar ég var alast upp að þá voru svona hverfasamtök og ég vissi meira hvað það var þarna í Langholti, hvað húsið var. Verkalýðsráð Sjálfstæðisflokksins var alltaf hvað sem mönnum finnst fjöldahreyfing og hafði alveg Þeir hafðu það verkefni að bara hindra það að sósíalistarnir næðu verkalýðshreyfingunni. Já, en á móti þá voru þeir allavega þeir voru stórir af hvaða ástæði sem það þú veist, og þú veist, náðu máli inn í flokknum. Já, þetta var eitthvað neins svona. Ég man eins og talaði við Styrmi. Og hann var að segja það, já ég sá alltaf fyrir mér að þegar ég hætti mokkanum að ég færi bara að vinna í vanhlull að einhverju svona hugmyndastarfi og eitthvað svona. Svo kom ég þangað að fyrsta lagi komst ég að því það var bara engin hugmyndaleg degla að inni. Og svo var mín var ekkert vænst því að þetta var bara ákveðið á fundu formansins með einhverjum PR-mönnum út í bæ og eitthvað svona. Þannig að þó svo að flokkurinn takist að ná 1200 manns í Laugardalshöllina á hvern landsfund. Að þá held ég þetta sé ekki neini svona fjöldahreyfing eins og það var kannski einhvers staðar. Nei, mögulega er það ósanngjarnt að gera þá kröfu bara af því að samfélagi hefur breyst og við erum meira að horfa á YouTube heldur en að pæla í pólitík. Kannski er það að hluta til þess vegna. Ég bara svona eitthvað að reyna að vera sanngjarn En við getum ekki horft á valhöll. En það er engin stemning og það sem er engin stemning. Það er ekki forsötuna til að hafa stemmingu. Það er engin starf, það er engin hugmyndaleg degla. Þeir hafa svona undanfarin 20 ár sótt bara stefnuna til breska íhaldsflokksins. Það er ekki verið þannig að þetta sé einhver stefna sem sprottuð upp úr íslensku samfélagi til þess að svara einhverjum, því sem þarf að gera í íslensku samfélagi. Þeir eru engin svör við hvað að gera við húsnæðiskreppunni. Jafnvel, þú nefndir fólk sem að reka fyrirtæki og með fólk í launum. Og það fólk alltaf að koma og biðja hærri laun og stærsta ástæða fyrir að vera að biðja hærri laun að húsaleiga og húsnæðiskostnaðir alltaf að vaxa. Af hverju ætti flokkur sem að væri að berjast fyrir hagsmunum þessa hóps ekki að koma fram, við verðum að leysa húsnæðiskreppuna, annars mun verða uppreist inn í fyrirtækinu mínu, vegna þess að ég bara á ekki fyrir því að borga hærri laun eða eitthvað, ég veit ekki hvernig það en þú veist, mér finnst bara flokkur hann næri ekki sem að ræða þetta Já, og svo sjáu þið líka, þeir svo fara þeir í það einhvern veginn að hlaupa í, þú veist lægsta samnefnarann sem svona eitthvað að daðra við svona einhverja útlendingaandúð og svona blása undir þessa sem menn hafa kallað skautun í samfélaginu eða eitthvað og þeir hafa ekki svona trúverðileiki það fyrir utan það að þar eru þeir ekkert að tala inn í þetta svona hægri krata borgarlega unit sem að þeir þurfa þannig að þá fara þeir bara að slást við miðflokkin Þeir eru í engum tengslu við samfélag Akkurat Þeir geta ekkert ort nýja stefnu Fyrir utan bara það sjá allir í gegnum það bull ástæðan fyrir því að kostnaður vegna hælisleitenda sem allt í einu verið að blása upp var svona mikill var vegna þess að það var ákveðið á einu tímapunkti að fyrst og fremst að taka inn fullt af fólki frá Venezuela og nú allt í einu látið eins og sú ákvörðun hafi bara dottið að himnum á hann og útlendingastofnun hafi tekið hana sem alltaf sénslaust í helvíti Kostnaðurinn fólst bæði því svo náttúrulega, þú veist, Úkraínumönnunum sem við fengum hérna inn og leiðum að koma hérna eðlilegum ástæðum, nákvæmlega eins og sjálfum sem með hitt fólkið en síðan allt í einu ákveðið að þetta sé orðið og mikið þá hendum við þessu fólki út úr atvinnulífinu, setjum það á í raun bætur og þá var allt í einu að fara að tala þann kostnað upp sem einhvern ógurlegan kostnað við hælisleitendur og ég held fyrst og fremst ástæðan fyrir því sé að það var að koma fólk í aðeins dekkri tón fyrirsjáanlega til Íslands heldur en bara svona Íslendingar sem að hanga á Tenerife yfir veturinn að því að það var fyrirsjáanlegt að það færi að koma hingað að við værum enn einu sinni búin að búa til þannig vandræði í Miðausturlöndum að þeir færi að koma hingað og þegar ég tala þeir þá snýst þetta bara fyrst og fremst múslima þeir ná þessu einhvern veginn saman og ætla að keyra inn á þetta en hafa bara hvorki trúverðuleika né þá
bara hafa þeir mislesið samfélagi þannig að fólk sé almennt þarna, sko. Þeir eru búnir að vera með þennan málaflokk í ríkisstjórn árum saman. Þar fyrir utan, skilur. Já, og þessum almennu umsækjendum hefur þetta ekkert fjölgað. Nei. Það er bara alls ekki. Það er bara sama tala. Þetta er ógeðslega líf. Ná, maður kan heyra svo Sólveig hvort þú teljið að Sjálfstæðisflokkurinn hafi hrörnað eða hvort hann hafi bara alltaf verið svona. Ég bara veit það ekki. Ég bara þekki ekki sögu flokksins þannig. Ég bara veit að hann er meinsemd og að gjörðir hans og það mikla pólitíska power sem hann hefur haft hefur gert samfélagið verra og hér er fólk að tala til dæmis af hverju fólk kom hingað frá Venezuela. Það var náttúrulega því að Sjálfstæðisflokkurinn var þar að hlýða yfirboðurum sínum í Bandaríkjunum til þess að reyna að magna upp einhvers konar sýn á það land. Ein af ástæðunum auðvitað fyrir því að flóttafólk frá Úkraínu er að koma er einmitt að Sjálfstæðisflokkurinn eins og aðrir borgaralegi flokkar, hvort sem eru til hægri eða vinstri, hafa hafnað diplomasíu í alþjóðlegum samskiptum. Það má ekki reyna að semja frið, það má ekki láta stríð mögulega taka enda þá að halda þeim gangandi með hræðilegum fórnarkostnaði fyrir saklaust fólk sem að þarf svo einmitt að flýja því að þú getur ekki búið í landi þar sem að stríðsátök eru. Sjálfstæðisflokkurinn hefur með efnahagslegri stefnu sinni og því mikla valdi sem hann hefur haft gert það verkum að hér býr stór hópur kvenna og þetta kalla líka við bákjör fólks sem að þó vinnur fulla vinnu. Stefna Sjálfstæðisflokksins hefur gert það verkum að heilbrigðiskerfið okkar er vanfjármagnað, skólakerfið okkar er vanfjármagnað og svo mætti auðvitað lengi áfram telja en það ömurlegasta er að Sjálfstæðisflokkurinn hefur náð að fá alla með sér, alla pólitíska flokka þannig að einhver einmitt gildi velferðarkerfi eða friðsemd í mannlegum samskiptum og svo framvegis, þeim er alltaf bara kastað til hliðar af öllum flokkum sem að sogast inn í svartholið og ekkert er eftir og það er hræðilegt. Það er þetta mesta vandamálið til ég. Það er held ég einmitt gæti verið að breytast núna ef aðrir stjórnmálamenn átta sig á því að það er ekki lengur sjálfsagt að þeir dragi vagnin. Ég meina það er þannig til dæmis og mér finnst það svolítið merkilegt að hvað sem öllum finnst að til dæmis bara frá því ég byrjaði að muna eftir mér að þá hefur alltaf verið þannig að það verið aldrei að Sjálfstæðisflokkurinn hefur alltaf með góðu eða slæmu unnið allar umræður efnahagsmál. Og þeir hafa alltaf virkað svona eins og þeir eiga alltaf trompið í allri umræðum efnahagsmál. Þeir hafa verið að debatir eitthvað og þeir hafa verið svona virkað eins og svona bókhaldarinn. Þeir hafa ekki unnið þessu umræðu, þeir hafa bara tekist að planta því inn að vinstri með sér bara ykkur óreið í efnahagsmálum sem það er bara engi fótu fyrir. En þeir hafa gert það vegna þess að þeir hafa í opinberu umræðu náð að stýra umræðunni þannig að þeir hafa trompað alltaf þá sem eru vinstra megin við á. Núna til dæmis, og það er alveg mjög áhugavert að pæla í því að þú ert með hagfræðing Kristrúnu Frostadóttur. Ef að við bara stillum þessu upp bara þannig að þá er ekkert það voru erfitt að nefna marga sjálfstæðismenn sem getur einhvern veginn mætt henni í þessari umræðu hvað sem að okkur finnst hana sem að getur einhvern veginn skilið fólk eftir með þá hugmynd að hún vissi ekki neitt. Já, en Helgi, ef þú ert að byrja það saman að þá er það þannig að Sjálfstæðisflokkurinn og það sem á bakvið hans stendur hefur átt sterkustu fjölmiðla og haft eiginlega RÚV eiginlega í einhverju kló í svona 25 ára eða eitthvað fleira. Þannig að ef að þú mælir gegn stefnu Sjálfstæðisflokksins á einhverjum alvarlegan máta að þá færðu yfir þig svona eitthvað offors og þú getur velt fyrir þér samanburðum á því hvernig meðferð til þess Jóhanna Sigurðardóttir fékk Katrín Jakobsdóttir
munurinn á því, ef þú lest bara mokkan og ef þú heyrir svona hvernig attitútið eða þá getur þú borið það saman í hvaða flokki Kristrún Frostadóttir. Hún ekki, hún ekki að fá... Þú ert ennþá að láta þessu mokkin ná einhverju máli, það svo fyndið. Þú ert svo mikið náttúröll sjálfur. Nei, sko, mokkin bara afhjúpandi, þú sérðu getur lesið. Hann samt bara eitthvað svona eins og þú veist, bara fylgjast með einhverju trendi að vera að lesa eitthvað skólablað. Nei, ég get lesið hérna það sem mokkin skrifar og ég get séð nákvæmlega sama attitútið í spyrlinum í Kastljósi. Nei, bara ekki, ég nenni þess ekki sko. Þetta bara bull. Ég vann þarna í mörg ár. Ég var aldrei fyrir því að mér væri stýrt í eina eða aðra átt og spyrlar í Kastljósinu eru ekki þannig. Okkur getur fundist þeir vera, þú veist, misjafnlega góðir og mislinir og misharðir og allt þetta. Já, frá hvaða sjónarhóli spyrja til dæmis? Hvort þau spyrja bara beint innan og nýfrálsökinni? Þú veist, þú getur túlkað þannig því þú ert að horfa á þetta úr þínu húsi. Ok, þá skal ég bara spyrja, sérðu mun á sess Jóhannu Sigurðardóttur í almennu umræðu Íslandi eða Katrín Jakobsdóttur? Já. Getur munurinn verið sá að Katrín Jakobsdóttur var engin ógn við vald Valhallar en Jóhanna var það? Getur það líka bara verið það að þær eru gjörólíkar og Jóhanna stóð í deilum við, þú veist, ekki það að það hafi, þú veist, verið henni að kenna, en hún var upp á kanti við þetta lið löngu áður en að Katrín kom inn. Hún var, þú veist, hún var í ríkisstjórn, sat í ríkisstjórn með Davíð Oddssyni. Okay. Og bæði hann og Jón Baldvin unnu gegn henni. Sérðu mun á því hvaða sess Sólveig Anna Jónsdóttir fær í íslensku samfélagi eða Sigurður Bessarsson sem var forveri hennar? Sko Sigurður Bessarsson var ekki ógn við neitt. Þú þurftir ég þurfti að hugsa eins það. Hann var ekki ógn við neitt. Nei. Þess vegna fekk bara að vera í friði. Já, en það var líka bara vegna þess að hann náði ekki máli. Allt fólk sem nær máli, það mætir mótstöðu og ég veit auðvitað, það er ömurlegt hvernig, þú veist, umræðan hefur verið Sólveigu Önnu og hvernig, þú veist, hefur verið tekið á móti. En það er samt ekkert out of karakter fyrir umræðan á Íslandi. Þetta er megin ástæðan fyrir því að stjórnmálafólk sem vill ekki fá þetta yfir sig, að það fer og ber Sjálfstæðisflokki til valda. Það er eina leiðin fyrir mig sem stjórnmálamann að vera bara að lifa svona þokkalegu lífi og fá ekki bara yfir með einhvern svona ásakanir að vera hér að grafa undan öllu, bara að þjóna Sjálfstæðisflokknum og þeim sem þeir þjóna. En ég held að þetta sé með það sem er að gerast núna. Þess vegna er þessi flokkur að mælast með 13,9% er að þetta sem þú ert að lýsa frá þessari hliðinni er bara búið. Það getur verið að bresta. Og ég fór og skoðaði fylgi stofnanavædda byltingaflokksins í Mexíkó sem að það er ekki bara fyrir 96 sem að fór niður fyrir 50%. Það var með 11% í síðustu kosningum. Og ég held að það getur vel verið við sem að sjá Sjálfstæðisflokkin, hann færi bara undir 10% í næstu kosningum. Það er eitt í viðbót sem er langar að nefna. Þetta er vald sem aðrir gefa honum. Út frá þessu sem við vorum að tala áðan af hverju Sjálfstæðisflokkurinn er að missa fylgi og mér langar að taka þess boltan þar sem að Helgi var að tala bara þessa útlendingaandúð og þau bæði voru að tala þetta með stemninguna gagnvart fólkinu sem kom frá Venezuela sem var það var bara rauður dregill, gjörðu svo vel og það er ekki hægt að afneita því, ég meina það eru bara fréttatilkynningar frá utanríkisráðuneytinu þegar Gulli var þar sem að hann gerir hennar samning að bjóða þessu fólki hingað og þau fóru öll að vinna á hótelunum og það var bara þannig en fólki sem að venjulega hefur kosið Sjálfstæðisflokkin í gegnum tíðina svona minni atvinnurekendur í ferðaþjónustu og bara í alls konar greinum, ég meina sem eru bara með fullt af verkafólki í vinnu hjá sér það er ekki sammála þessari stanslausu orðræðu að starfsfólki þeirra séu afætur á samfélaginu af því að þau vita að þau get ekki rekið fyrirtækin sín nema með þessu fólki af því að þau fá ekki innlent vinnuafl til þess að vinna þessi störf og þess vegna líka kemur þetta bara af hverju eru þið stanslaust að tala að starfsfólki mitt sé afætur á samfélaginu þegar 80% af starfsfólkinu mínu eru að koma frá Venezuela. Ég meina, hvað voru? 81% af þeim sem kom frá Venezuela voru farin að vinna. Ég ætla bara að segja, ég veit mjög mikið, ekki hitt, en ég veit mjög mikið fólki, meðal annars frá Venezuela og frá öðrum löndum sem hingað hefur komið og það er nú ekkert eitthvað að lifa í heimi þessara atvinnurekenda sem eru eitthvað gúsi litla starfsfólki með heldur til dæmis eru þau að vinna í ræstingu og þar eru þau látin hlaupa blautsveitt sko. Nei, ég er ekki að segja þetta sé stórt. Ég er ekki að tala um það. Þessi svona litlu atvinnurekendur. Nei, ég er ekki að tala um það, þú ert algjörlega misst. Ok.
hvað varstu þá að tala um? Þeir þurfa á fleira fólki að halda. Ertu að meina að því þessu hagsmunir atvinnurekenda að halda áfram innflutningi á vinnuafli? Já. En ég ætla samt að minna á það er náttúrulega frjálst flæði vinnuafls í Evrópu, þannig að það er aldrei að fara að hætta þó að þetta fólk fá ekki að koma hérna sko. Nei, en sko þetta var svo stór hópur þetta var svo stór hópur fóru öll að vinna og svo allt í einu bara talað um þau eins og þau séu bara skítuðu börnin sko. Þetta er auðvitað bara della. Við getum ekki rekið hérna samfélagið án þess að hafa fólk af erlendum uppruna inn í hjúkrunarheimilunum, þeir sem er að móta stefnu Sjálfstæðisflokksins í dag, þeir hafa bara engin tengsl í samfélagið. Þeir eru að skora einhverja keilur, þá er það bara að skjóta framhjá. Skjóta bara framhjá með þessum popúlisma. Það er bara þannig. En svo náttúrulega, einmitt, það var enn einu sinni og þetta hefur komið fram áður í ykkur svona að það kemur alltaf ljós, að þvert á allt sko, að þá eru hlutfall útlendinga versus Íslendinga sem eru þiggja einhvers konar félagslegar bætur eða eitthvað er sko útlendingunum í vil alltaf því að þeir eru ekki auðvitað þessir þurftalingar sem er alltaf verið að gefa í skyn og að það er alltaf látið eins og fólk sem sé á þiggja einhvers konar bætur á Íslandi séu það og þetta er svona partur af því. Þannig að það er ekki hægt að henda þeim stimpla á þetta fólk fyrir utan að útlendingar eru bara orðnir það margir á Íslandi að við eigum flest öll nágranna vini og kunningja sem eru útlendingar og við vitum alveg að þetta er ekkert hættulegt fólk þannig að þetta virkar ekki eins og þannig sko. Þeir beita heldur ekki en málið er að þetta fólk á ekki mikið af vinum sem eru útlendingar. Þeir beita ekki rökum að þetta er staðan og innflytjendur hafa sko skemmt þetta svona mikið og þess að þeir eru ekki að tala um það. Þeir eru bara að spila inn á trúum að það sé svo mikill rasismi hérna í samfélaginu, þeir geta bara kveikt í því og þeir geti mögulega sloppið inn í 4 ár eða 8 ári viðbót á okkur rasisma og þeir hafa áhrif. Þú nefndir Kristrúnu, hún sá það fyrir sér að hún var að sækja vinnu sem stjórnmálum í Íslandi, hún er einhvern veginn að beygja sig svolítið undir línu Sjálfstæðisflokksins en sko, ég ætla samt að segja sko af því við búum visslega á eyju en við erum samt ekki land í pólitískum skilningi og allt sem er að gerast hér í pólitíkinni er náttúrulega það nákvæmlega sama að gerast alls staðar annars staðar á Vesturlöndum þannig að það er líka bara hér er þetta innflutt sko. Þar getur þú kannski fundið ykkur dæmi það er innflutt þar líka. Já, við getum tekið í Þýskalandi þar sem Alternative for Deutschland sem vex mikið í austrinu sem var bara rænt af kapitalism í vestrinu og það sem var bara bari niður og framtíðin hvarf og þar sprettur upp svona einhverja hugmyndir En þar er líka þar er líka að rísa upp öðruvísi pólitík sem er efnahagslega vinstri sinnuð en mögulega svona samfélagslega fremur íhaldssöm miðað við það sem svona hefur verið í gangi undanfarið og það á pottet líka eftir að gerast hér vegna þess að endanum eru við alltaf að fást við efnahagsmál allt þetta fólk kemur hérna þau sem að mega koma hérna auðvitað til þess að vinna vegna þess að í löndunum heima hjá þeim er mögulega ekki sérstaklega góða vinnu að fá eða launin eru lægri en velferðarkerfi virkar ekki, þau geta kannski ekki fengið ókeypis dagvistun fyrir börnin sín eða mjög ódýra og svo framvegis fólki sem kemur hérna sem hælisleitendur kemur hérna vegna þess að gæðum heimsins er mjög misskipt Vesturlönd sitja á gullfjalli sem að þau auðvitað distributera mjög ósanngjarnt heima hjá sér en þetta fólk, það er sprengt í tætlur, það er arðrænt heimili þeirra eru einskisvirði nema bara sér þá hægt að græða eitthvað á þeim og svo sitjum við öll uppi með öll þessi vandamál og grunnurinn og rótin er ósanngjarnt efnahagskerfi heimsins þar sem eins og til dæmis innan Evrópu og innan Evrópu þar sem eina sem Evrópuverkefninu hefur tekist
er að tryggja að eymdin sé einhvern veginn svona sem mest dreifist sem jafnast. Það má ekkert annað vera jafnt í samfélaginu, við eigum að sætta okkur við ójöfnum, en við eigum svona öll að taka á okkur svona jafnum mikla félagslega eymd í samfélagunum okkar. Það pólitíska sýnin og þess vegna kaos allstaðar, þess vegna hrynur fylgja sjálfstæðisflokknum, þess vegna eru pólitískar einhverjar uppreisnir í Evrópu og víðar og við eigum ábyggilega eftir að sjá eitthvað mjög skrítið gerast hér. Ég bara trúði af öllu hérta. Áður ég sný mér að öðru, þá ætla að segja ykkur að við vorum að flytja helgina og það kom ung fílípisk stelpa og hjálpa okkur og hún er per á Íslandi eiginlega en hún kom og hjálpa okkur og bara var mjög hraust og var hún bara svona góð? Já, hún var svona góð, já. Gott, bara nákvæmlega. Já, hún kom bara. Já, ég náttúrulega ekki það, maður á ekki að vera svona virtue signala með svona hluti, ég er ekki að gera það, maður á bara að vera virtuous og þá þarf maður ekki virtue signala, en ég er í stöðu samskiptum einhvern einasta degi við félagsfólk Eflingar og í stjórn Eflingar er fullt af fólki allstaðar á heiminum í trúnaðarráði samninganefnd og þetta er að sjálfsögðu bara algjörlega frábært fólk, en þetta er fólk sem auðvitað kemur hérna til þess að vinna sem það sannarlega gerir við gríðarlega fjölbreytt störf og það rekur heimilin sín og er yfirleitt með mjög mikinn metnað fyrir því og svo kemur það samt og tekur þátt, mætir á alla fundi, skráir sig í samninganefndir, mætir gríðarlegan metnað til þess að gera kjarasamninga og mér finnst líka bara raunverulega áhugavert hvað að tala lítið þetta að forysta róttækasta stéttarfélag landsins sem hefur náð raunverulegum árangri er aðflutt fólk. Það er alltaf látið eins og ég sé bara eitthvað svona forystan en allir þeir kjarasamningar sem við höfum gert undanfarið að lífskjarasamningnum undan skildum af því þá vorum við bara ekki komin með þetta mótil okkar og vorum að gera fyrstskipti kjarasamninga og það var bara mjög erfiða kringstæður en síðan þá hafa allir þessi kjarasamningar í hverjum einustu samningunum eru risastór hópur, sérstaklega aðflyttra kvenna og auðvitað kalla líka sem hafa bara brunnið metnaði fyrir þessu verkefni og þær hafa náð þessum árangri sem við höfum náð og kannski er það líka bara partur þá af þessum svona rasisma að þú veist það er auðvitað hættulegt að vera með stóran hóp af alþjóðlegu vinnuafli sem á bara vera ekki með atkvæðisrétt, á bara vera marginaliseraður og á bara halda kæft og vinna og þau eru allt í einu komin með mjög öflugan og sterkan vettvang til þess að gera ýmislegt fleira, til þess að hafa áhrif, til þess að segja samfélaginu hvað þau vilja fá og til þess að reyna að ná því og stundum tekst það. Þannig það getur bara vel verið. Þú eru svo æst núna þegar ég hugsa. Mér finnst í alvöru að eigi einhver að gera eitthvað fyrir þetta fólk. Ég var með einhverja helvítis fálkaorð eða eitthvað. Bjóður sem konum á fucking Bessastöði, þessar eflingar konur sem að passa börnin, hugsa gamla fólkið, þrífa, elda, halda samfélaginu gangandi og það er alltaf láta eins og það sé ekki þarna, samt er alltaf að byrja myndir af þeim og þú veist, þeir eru þarna, gera eitthvað fyrir þær, sýna þeim þá virðingu sem þeir eiga skilið, þetta eru mest töff og duglegustu manneskjur sem ég bara hef á ævi minni kynnst. En Sjálfstæðisflokkurinn og Miðflokkurinn er haldið fram að þessar konur sé að grafa undan samfélaginu. Já. Almenna reglu í samfélaginu. Eru þau samt ekki að halda aðalega fram að hælisleitendurnir sé að gera það? Ég held að Sjálfstæðisflokkurinn sé ekki að tala að það er að stoppa frjálst flæði vinnuafl sem hann fyrir að gera það þá náttúrulega hann bara búin að ampjútera sjálfan sig vegna þess einmitt eins og þið voruð að segja og fyrir ekki miskildi á þann. Það þarf þetta vinnuafl. Kerfið þarf vinnuaflið. Þannig að ekki træðilega myndi gerast fyrir íslenskan kapitalisma en það að fólk mætti ekki lengur flytja en alltaf að vinna. Það lítur að vera hræðilegasta martröðin að þeim öllum fyrir þetta fólk. En það sem ég átti aðalega við sambandi við Kristrún og Katrínu Annarsver og svo Jóhönnu, þetta er fleiri dæmi, ég ætla að taka dæmi af Sólveigu, er að vald Sjálfstæðisflokksins í íslenskri pólitík er langt umfram við fylgjans. Það er það sem ég var að segja áðan og það er út af þessu að það er alltaf einhverjir, hvort sem það er vegna þess að þú veist að segja að fólk bara meikar ekki að takast á við ruglið og heldur einhvern veginn að þetta sé bara þægilegra eða þú veist hver sem ástæðan er að þá ertu alltaf komin bara á þennan stað þú ert eitthvað svona farin að hjálpa Sjálfstæðisflokknum að managea eitthvað svona ríkisfjármálunum. Já, og þá er það spurningin, ef að Sjálfstæðisflokkurinn missir vald sitt og hann dettur allt inn, hann er nú bara niðurlægjandi tímabili núna með 30% fylgi og þetta er bara niðurlægjandi og maður sér það að það sem var einingin sem var inn í flokknum sem var forystu hollusta og ekki að vera bera ágreining okkar á torg nema náttúrulega kannski Gunnars og Geirstímanum eða eitthvað svona, en meira
og minna og þau kannist við gagnrýna frá hægri sem kannski í góðsögn að það veri alltaf verið yfrildi á vinstri mönnum og þessu, það veri meiri samildi á hægri mönnum. En núna sannleikur í því. Já, en núna Sjálfstæðisflokkurinn, hann lítur út eins og sko grínmynd af Alþýðubandalaginu Reykjavík 1989, þar sem hver höndin upp á móti annarri, hvar sem maður fer, þá kemur fólk hlaupandi eiginlega til þess að tala illa formannin eða hvað flokkurinn glataður og eitthvað svona. Þannig hann eins og hann sé bara og ég sé ekki neitt. Ég sé enga svona einhverja von í þessu flokki. Allt í einu segir, heyrðu, nei, það við erum búin að vera á rangri leið. Við ætlum að fara þangað. Það var ekki þannig í flokksfundunum. En það verður mjög áhugavert að sjá ef að Samfylkingin heldur þessu mikla fylgi og verður stærsti flokkurinn og fer að stjórna þessu landi. Hvort að þau raunverulega ætla mitt að gera eitthvað til þess að takast á við þessi stórkostlega alvarlegu vandamál sem við stöndum frammi fyrir, til dæmis eins og húsnæðismarkaðnum, eða hvort þau ætla að gera það sem að Starmer að gera, sem að segja, ok, þú veist, þið kusu mig, en ég sagði aldrei að þetta yrði auðvelt, þú veist, ég lofaði ykkur aldrei neinum rósagarði og nú þurfum við bara að þjást áfram af því að ég get ekki gert neitt gott fyrir ykkur. Af því ég beygi mig undir efnahagsstjórn Íhaldsflokksins. Af því að ég beygi mig undir að þetta sé bara the world order og þetta sé mitt hið eina sanna náttúrulögmál og það megi bara alls ekki trufla við því og það það sem hann að segja. Það bara hræðilegt að lesa þetta. Það ótrúlegt. Og það ætti að vera von okkar ef að Sjálfstæðisflokkurinn missir áhrifavald sitt, að það verði til ný pólitík sem snýst ekki það að þú sett að sækja vinnu á Sjálfstæðisflokknum. En sko, núna í þessu ástandi sem Og við þurfum ekki alltaf að tala Sjálfstæðisflokkin, mikið verður það er rosalega gaman. Við byrjuðum og við losnum ekki við það. Nei, við losnum ekki, við erum alltaf að tala eins og veðrið. Í þessu öllu saman, þá erum við í bara fáránlegu efnahagslífi með okurvexti langt frá verðbólgu og fólk bara að bugast og vissir hópar bara ekki réttu hóparnir vegna þess að enn sem komið og það verður eflaust þannig það hefur auðvitað langstærstur partur millistéttarinnar, það gott og fólk bara breytir lánunum sínum og fer í verðtrygginguna og með því hefur það bara jafn mikið á milli handana og það vill hafa og svo þau sem eru auðvitað ofar í stigveldinu, þau hafa það náttúrulega bara fáránlega gott, lifa bara eins og einhver aðall, bara aldrei neitt haft það jafn sjúklega gott og þetta fólk en einmitt, hópurinn sem að tilheyrir ekki þessu fólki, hann hefur það hræðilegt og ég hef sagt þetta og ég hef sagt þetta við mína félaga og ég hef sagt þetta við sjálfa mig og ástæðan fyrir því trúi ég að einmitt það ekki verið að lækka vexti og ástæðan fyrir því að næst ekki að ná verðbólgunni niður einfaldlega sá að þetta hefur bara engin skaðleg áhrif á það fólk sem að myndi koma og segja, herra, nú nóg komið, sko. Já, ég held þetta sé líka bara því að það fer öll orka ríkisstjórnarinnar í að reyna einhvern veginn að sitja við sama borð í þessari ríkisstjórn. Þau hafa enga sýn á það hvernig eigi að koma efnahagsmálum á rétt ról. Enga. Þau hafa enga hugmynd hvernig á að gera það. Þau mæta í viðtöl og skrifa greinar það að það sé nauðsynlegt að eitthvað og svo bara daginn eftir fara ráðherrar Framsóknarflokksins og lofa milljörðum hringinn í kringum landið því þau eru löngu byrjuð kosningabaráttu. Þú veist, það bara verið að byggja nýtt verknámshús í hverjum hreppi algjörlega nauðsynlegt en sko á sama tíma og loforðin eru svona að þá ekki hægt að búast við því að það sé verið að lækka stýrivexti á sama tíma af því það engin ábyrgðartilfinning hjá þessu fólki, það engin sýn, þau vita ekkert hvernig þau að gera þetta og það alveg rétt þau eru sjálfa viðhalda þau ekki að senda skilaboðin sem að Seðlabankinn að biðja bara alls ekki, það ekkert aðhald í kortunum hjá þeim, bara alls ekki. Nei, sem væri það, þú veist, að draga einhvern veginn úr ríkisútgjöldum, þau verða og fyrir utan það að það líka sko væntingarnar sem að stýra verðbólgu. Þegar fólk verður bjartsýnt og hugsar já, við erum að komast yfir þennan hjalla af því að það einhver við stjórnvölinn sem með einhverja sýn að þá breytast væntingarnar og það hefur bara sjálfkrafa áhrif á verðbólguna. Það gerir það.
eins undarlega og það hljómar ef að þú ert komið eitthvað sín það engin sín, það ekkert plan við sjáum það fólk í landinu, við sjáum ekki og svo að því að Sólveig var að tala með þetta með að ríkasta lagið hefur það mjög gott og það alveg rétt en ég held líka að millistéttin sem að með börnin sín öll ennþá heima því að það ekki breyk fyrir þau að komast út á þennan hryllilega húsnæðismarkað að sú stétt líka farin að finna fyrir því fyrir utan auðvitað neðri millistétt og neðsta lagi sem bara á ekki breyka á þessum húsnæðismarkaði og hvað ríkisstjórnar að gera því? Ekki neitt. Þau hafa enga hugmynd hvernig þau eiga að leysa þetta. Það er enginn hjá þeim að tala þetta. Enginn. Ég bara hef ekki heyrt neitt ráðherra ríkisstjórnarinnar að minnast á húsnæðismarkaðinn bara með einhverja hugmynd. Sigurður Ingi var innviðaráður og hann hélt glærusýningar og sagði þetta byggja, ég man ekki hvað 500 íbúðir á ári. Og hvað langt síðan það var? En náttúrulega húsnæðismarkaðurinn eins og hann vegna þess að í kjölfar hrunsins þá var honum, hann rústast, svo honum leyft að rústast meira og svo fara menn eins og núverandi seðlabankastjóri og bara skoða senuna og ákveða að það sé rosalega góður díll fyrir eignastéttina að fara að kaupa upp íbúðir og á meðan að það flyst hingað inn, ekki vegna hælisleitenda heldur vegna frjálsflæðis vinnuafls, tugir þúsunda þá dregst uppbygging íbúða saman á árunum, mannsatölum sem ekki nógu vel, á árunum 2008 þá voru byggðar hvað á hverju ári töluvert margar þúsundir íbúða og bara ég best afsökunar að vera ekki hér að geta ratlað þessum tölum nógu vel fram. Frá 2008 til 2016 þá bara engin uppbygging. Það ekki verið að sinna á sama tíma það verið að flytja inn allt þetta fólk til að vinna í ferðaþjónustunni. Þannig að þarna auðvitað framin glæpsamlega hagstjórnarmistök og auðvitað ætti þetta fólk fyrir löngu að vera búið að segja bara guð minn góður við byggjumst afsökunar og þið þurfum aldrei að segja okkur aftur. Það flutt fullt af fólki til að vinna í ferðaþjónustunni. Hún gerð að einni svona megin atvinnugreininni sem að við höfum öll að biðja til og það ekki byggt húsnæði fyrir fólk á meðan að auðvaldið kaupir upp íbúðirnar sem að venjulega fólki bjó í fyrir hrun. Og svo passaður upp á þá einstaklinga sem eiga allar íbúðirnar þegar var verið að gera breytingar á húsaleigulögunum fyrir 1,5 ári síðan eitthvað leys, þá í skjóli nætur laumuðu sjálfstæðismenn inn, ég kom inn sem varamaður í einhverju nefnda því að aðalmaður okkar var erlendis í skyldustörfum, þannig ég stökk inn eitthvað kvöld og þá var laumað inn svona breytingatillögu frá sjálfónum inn í það og það voru allir sofandi fyrir þessu. Allir ætluðu bara að samþykkja þetta bara, já, þetta ekki neitt. Heyrðu og ég bara einhvern veginn þá áttu að aftengja skylduna hjá einstaklingum sem áttu fullt af íbúðum sem að til þess að leggja inn húsaleigu samningana inn til HMS til þess að vera hægt að fylgjast með að það væri ekki verið að okra á fólki. Þá var þetta aðalverkefni sjálfstæðismanna að aftengja þær réttarbætur sem að var verið að setja þarna og það voru allir sofandi fyrir þessum breytingum. Og svo stóð maður á garginu þarna miðjanótt inn í þingi og sagði, krakka vakniði, vitið hvað þau eru að gera. Og þetta veitur bara ranni gegnum stjórnarflokkana. Þetta ábygglega eitt svona lengsti efnahagslegi glæpur sem bara verið framin á Íslandi. Það húsnæðismarkaðurinn og það má ekki setja almennilegar hömlur á Airbnb, það má svona aðeins að hamla eitthvað en mjög lítið. Eiginlega allar íbúðir sem verið að byggja fara bara beint til ríkasta fólksins og ekki bara svona fjárfestana sem eru inn í einhverjum svona fasteignafélögum, heldur líka bara eignastéttarinnar sem bara farin að sýsla með íbúðir eins og salgæti og fær svo hvað, ef þú átt íbúð í 2 ár og selur hana þá færðu hvað gróðan skattfrjálsan. Hvað ógeðslega rugl þetta og maður heyrir sögur af jafnaldrum barnanna minna sem eru innan við 30, einhverjir krakkar sem eiga fjölda íbúð af því að foreldrarnir eru búin að gefa þeim þær og þetta eru bara sannar sögur og maður trúir ekki sínum eigin eyrum.
hvaða bull þetta? Og þetta stórkostlegur efnahagslegur glæpur. Það ömurlegt að fólki sem ber ábyrgð á honum skuli ekki þurfa axlana og það ótrúlegt að hugsa til þess að Ásgeir, seðlabankastjóri, sem að skrifar þessa gamma skýrslu það hvernig þú eigir að fara og kaupa upp húsnæðismarkaðinn til að verða ríkari. Skuli núna sitja í seðlabankanum þar sem hann dólar út baneitruðu medísinni sem að gerir líf þeirra sem að þegar höfðu það mjög erfitt en það verra. Ótrúlegt. Já. Við erum svo fá. Nexli. Svona kerfið sem við búum við, það fyrst og fremst smíðað fyrir þá sem eiga penning og já, en sko þetta náttúrulega, það einhver svona úrkynjun þarna og bara einhver svona gildi já, að sjálfsögðu hefur alltaf verið erfitt að eignast íbúð á Íslandi. Ég kem úr fjölskyldu þar sem hafa aldrei verið til mikið af peningum og ég bara man þegar systkini mín voru, að leigja og voru að reyna að kaupa íbúð og ég man alveg eftir því að hvað það var mikill vandi og svo framvegis. En þessi svona úrkynjun sem komin eins og þetta sé ekki einu sinni lengur eitthvað svona sem þú getur sagt og eigir rétt á. Og biðlistin í Bjargi, það eru núna 1000 leigutakar hjá Bjargi og það fólk auðvitað komið í skjól og borgar kannski of háa leigu, maður myndi auðvitað viljum vera lægri en hún þó miklu lægri en markaðslegan. Það eru 4000 manns á biðlista og með því lóðaframboði sem að nú í gangi og því svona hvernig Bjarg látið vera og Bjarg vel rekið og að gera glæsilega hluti, þá sjáum við fram á það að þetta bara stoppi, þetta verkefni. Vegna þess að þau fá ekki lóðir og þau megi ekki byggja. Almenningur má ekki dreyma lengur að eigna sitt húsnæði eða vera í öryggishúsnæði. En þegar ég var að nefna að því að vorum hvernig kerfin byggð upp og hverjum þau þjóna að hafa leiðar í heimildinni sem þú skrifaðir, er það ekki, Helgi? Jú. Skattakerfið. Það var svona dróða upp að skattakerfið eiginlega búið til, það er búin til eiginlega bara til þess að leggja skatta á fólk með miðlungstekjur og þar fyrir neðan, að þeir sem eru með gríðarlega mikla tekjur, að skattkerfið eiginlega hanna til þess að þeir borgi sem allra mista skatt, eða ekki? Ég meina, jú, það bara, þetta súrrealískt að sjá þetta, ég meina, tókum dæmi frá því núna í þessari álagningarskrá sem kom út núna og því sem var í fyrra, þá var þetta samtals, þetta eru 10 manns sem eru að innleysa 40 milljarða tæpa af hagnaði með því að selja útgerðir, þetta eru 3 útgerðir held ég að 4 og þetta eru 10 manns og samanlagðar útsvarsgreiðslur þeirra sem sagt til þessara sveitafélaga sem í sömu tilfellum voru að selja kvótan út úr þessum sveitafélögum voru 18 milljónir. Þú veist, 18 milljónir, það skipstjóri á Fáskrúðsfirði sem borgaði á einu ári hærra útsvar heldur en allur þessi hópur. Og hvers vegna? Jú, vegna þess að þetta fólk að fá, að greiða fjármagnstekjuskatt. Og það greiðir ekki útsvar af því það einhverju hluta vegna og það náttúrulega líka bara annað. Hvernig í andskotanum getur það verið að fólk sé ekki á hverju lifir þetta fólk oft. Men það fólk sem á hlut í stærstu sjávarútvegsfyrirtækjum á Íslandi, stærsta sem á að nafninu til, þú veist, 30% hlut eða eitthvað, sem gefur ekki upp á sig laun. Á hverju lifir þetta fólk? Ég fjármagnstekjum en það heldur ekki að gefa upp á sig fjármagnstekjur, því það líka þannig að þetta hlutafélagasystem þannig hlutafélögum á Íslandi á ekkert mörgum árum fjölgaðum 20%, tekjunum að þeim í ríkissjóð það lækkuð á sama tíma. Stærstur, ég held að sé 3/4 af þessum kallaðir rekstrarfélög sem bara á góðri íslensku þetta bara fyrirtæki, 3/4 af þeim borgar hvorki tekjuskatt eða tryggingagjald. Þú veist, það eru með engan í vinnu. Nei, og þetta bara skeljar. Já, oft þetta bara fyrirtæki sem eru stofnuð það að taka við peningum til þess einhvern veginn og svo eru þau látin eiga sumarbústaði, þú veist, húsnæði, þú veist, og í þessum húsnæðum búa þetta eigendurnir. Þú veist, af því að svo líka annað í þessu. Til dæmis ef segjum sem svo að ég væri að hefði fengið kvóta í arf eða bara, þú veist, eitthvað og ég hefði stofnað það einkahlutafélag og ég væri sem sagt að fá og ég hefði verið einn af þessum sem var að selja kvótan núna í Eyjum til dæmis fyrir 12 milljarða eða hvað það var, 3/4 af því, þá hefði fengið 4 milljarða
Að því að ég var með mitt inn í hlutafélagi en ekki systkini mín sem var eins og þetta var í eigum, þá hefði ég ekki þurft að borga neitt skatt vegna þess að flutningur, vegna þess að þegar hlutafélag selur hlut sinn í öðru hlutafélagi, þá þarftu ekki að borga skatt af því. Þarf ekki? Nei, þú veist, þetta allt eftir þessu, til dæmis bara núna, þú veist. Það getur líka frestað skattöku, það endalaust búið til þess að hjálpa fólki við að borga ekki skatt. Og menn geta svo sagt, jú, ok, en það þarf að borga peningin út úr þessum hlutafélagum, þá þarftu að borga arð og þá þarftu að borga fjármagnstekjuskatt af því. En jafnvel þó þú tvískattir með fjármagnstekjuskatti, þá ertu samt ekki komin upp í það sem að venjulegt launafólk þarf að borga í skatt af sínum tekjum því það bæði tekjuskattur og útsvar þannig að þú ert einhvern veginn í þeirri og það, þú veist, En allt skattkerfi svona, það til þess að þeir sem hafa mestu tekjurnar og eiga mest borgi sem allra minnst af því að við bara búum í samfélagi sem að trúir því að til þess að hér verður öflugt samfélag þá verðum við að vera ótrúlega góð við þá sem eru ríkastir þannig að hinni ríkustu munu færa okkur svo fallega framtíð. Þetta bara því miður, við erum bara að lifa samfélagi trúir því ekki og þetta er nýfrjálshyggjan og þetta er verkefnið sem allstaðar að krömbla vegna þess að þetta bara eitrar og eyðileggur og það gerir það verkum að stór hópur vinnandi fólk og verka láglaunafólk arðrænt auðvitað í vinnunni, fær rétt svo nóg laun og stundum ekki til þess að geta séð fyrir sér og sínum. Húsnæðismarkaðurinn svo önnur uppspretta arðránsins og svo skattkerfið. Þau eru látin borga skatta. Ég var að vinna þegar ég var eflingakona, þá var ég í 2 vinnum, ég var í leikskóla og svo seldi ég vinnuaflið mitt í búð í Kringlunni af því að launin voru svo ógeðslega léleg sem fólkinu þóknaðist að borga mér. Þá borgaði ég fullan skatt af þeim smá aurum sem ég náði þar að öngla mér inn og akkur var ég í 2 vinnum, jú út af því að ég og maðurinn minn, hann var alltaf að vinna, höfðum náð að kaupa okkur íbúð eða heimili og þetta var það sem við þurftum að gera. Fórna öllum frítíma og á endanum auðvitað bara heilsunni og það náttúrulega sem að eflingar fólk að gera. Það legst 46% skattur á þig þegar þú ert að gera þetta, en bara 22% af þeir sem að færið að borga og þeir sem eigið eignafélag bara 0. En fólk ekki, en af því að einhver biluð meðvirkni og einhver sjúk trú á að þetta sé eitthvað náttúrulögmál hefur einhvern veginn mengað hugi líka stjórnmálafólksins sem að segist svo vera einhvern veginn til vinstri eða félagslega þengjandi og leyfir að þetta viðgangist. Katrín, bara eitt dæmi þetta þessi ríkisstjórn með það inn í stjórnarsáttmálunum sínum að breyta þessu, að setja að leggja útsvar á fjármagnstekjur. Hún ekki ennþá búin að gera það. Það var lagt með þess að fram frumvarp og dregið tilbaka af einhverjum ástæðum. Þau geta ekki komið sér saman. Og það kannski að klikkaðast að við þetta á flokksráðsfundi hjá VG þegar að þurfti að réttlæta áframhaldandi stjórnarmynstur, þú veist, að þá flutti þáverandi forsætisráðherra ræðu þar sem hún þú veist, var sérstaklega að tala um þetta að þetta væri sanngirnismál sem hefði verið talað í, þú veist, bent á í 30 ár en enginn hefði gert neitt í, nú þyrfti einhvern veginn að sjá til þess að það kæmi á einhver sanngirni. Hvað gerist? Hún forsætisráðherra 3 ári viðbót, þá hættir hún og sama ár fær hún greitt ritlaun að hún skrifaði bók með lögfræðingi vinni sínum og hún tekur það út sem fjármagnstekjuskatt. Skrifa bók með meðlimi auðstéttarinnar. Ég meina að því að, og þá getur maður sagt, já, býta, en hún ritlaun eru þannig að þú átt bara greiðan, en málið bara að þú getur alltaf valið. En sko Bjarni, forsætisráðherra og formaður Sjálfstæðisflokksins, eyddi drjúgum tíma af ræðu sinni í gær sem enginn hlustaði á nema ég í að tala um skatta og hvað skattar væru hræðilegir á sama tíma og hann getur ekki rekið sko grunnkerfin okkar, heilbrigðiskerfi, hann getur það ekki af því hann á móti því að það sé eðlilega skattheimta hann getur það ekki af því hann getur ekki hugsa sér eðlilega skattheimtu en hann vill eyða en hann vill bara ekki afla tekla hann vill afla þeirra hjá vinnuaflinu
En ég meina, hann hefur ekki ríkissjóði Þetta er svo galið, sko. Hann hefur ekki ríkissjóði halla í góðari og í verðbólgu sem að þú bara finnur engan mann á jarðríki sem hann segir að sem skísalegt. En hann gerir þetta vegna þess að hann vill eyða en hann vill ekki afla tekna. Leiðin til þess að afla tekna er að til dæmis að loka fyrir þessi göt sem að menn ná út í EHF-inu. Það sem er svo gagnsætt við þetta líka er að hún Sanna, hérna sem er borgarfulltrúi, hún var orðin þreytt á að bíða eftir þessu og náttúrulega, þú veist, sá þetta eins og allir aðrir, allir sem hafa unnið í sveitarstjórnum allt, ég meina Grímur Atlason, maðurinn hennar Helgu, þegar hann var bæjarstjóri í Bolungarvík, þá þetta áttaði hann sig á því að það var fullt af svona einhverjum mini-stórgróserum í bænum sem greiddi ekki einu sinni til sveitafélagsins nót til þess að það væri hægt að moka frá, þú veist, hliðinu á leikskólanum þar sem börnin þeirra voru á morgnana. Núna Sannar, þú veist, laði fram tillögu í borgarstjórn þar sem bara að það yrði, þú veist, og þetta var ekki, hefði það ekki verið hægt að gera það en það hefði allan verið að senda mjög skýr skilaboð það að leggja útsvar á fjármagnstekjuskatt og hvert var viðbragð Sjálfstæðisflokksins? Jú, þeir væru á móti þessu vegna þess að þetta væri skattahækkun. En málið er að jafnvel þú myndir hugsa þetta frá þeirra sjónarhóli að þá er þetta þannig, ef þú færir að láta taka inn útsvar af þessu, þá ertu komið með meira inn sem þýðir þá að þú getur mögulega þá lækkað skatta ef það er svona mikil trúarbragð en málið er að þetta var skattahækkun á þá sem að minnst mega sín að mati þessar fólks og það er þetta bara þannig þú veist. Það verður að þjóna þeim. Já, ég meina við sjáum þetta fínt núna í umræðinni eins og kemur fram í leiðarunum. Áslaug Arna einhvern veginn stígur fram þegar ríkisstjórnin sem hún er í reyndar er nýbúin að samþykkja það að gera skólamáltíðir fríar og mönnum getur fundist hvað sem er þær og fyrir að tala um að það sé ótrúlega ósanngirni vegna þess að þarna sé verið að koma niðurgreiða fyrir fólk sem að þurfi ekki á því að halda. En okkur borgar það fólki ekki bara hærri skatta? Þú veist, og hvað ætlar að gera? Það er að tekjutengja skólamáltíðir. Hvernig ætlar að gera það? Það er að merkja börnin eða? Nei, þú lætur fóreldrarnir skila skattfrádalípi og Bandaríkjanna eru tekjutengja skólamáltíðir. Það er actually mjög einfalt, sko. Já, það er ekkert mál að gera það, en prinsipið nær ekki lengri en það á sama tíma í fyrra þá ákvað hún að fara að niðurgreiða starfsemi einkarekinna háskóla á þeirri forsendu að það væri eitthvað jafnréttismál fyrir nemendur og það mætti engin nemandi vera skilur gaman að minnist á þetta því að það var enginn sem að rætti þetta, nákvæmlega þetta í því samhengi þegar hún var að gagnrýna þetta með leikskóla. Svo lendur hún í vandræði með það að tala skólagögnin en það eru komið kjósendur. Krakkarnir farið svo illa með bækurnar, svo voru einhvern veginn farið að tala, nei, þetta snýst ekki um það, þetta snýst um ritföngin, hvað, því að börnin er að naga blýjantana, hvað ert að tala? Þú veist, og þetta er, þú veist, þetta er, og svona er þetta með allt, þú veist, það tók okkur, já, og reynur ekki okkur, heldur var það fyrirtæki sjálft sem tók ákvörðun að eitt stærsta fyrirtæki á Íslandi, ég held að sé annað stærsta fyrirtækið, hafði gert þannig samning við Íslands stjórnvöld að það þurfti aldrei að greiða skatt eða það bara kaus svo og það gerði það ekki fyrir að það var bara seimað nógu mikið til þess að það ákvaða að breyta systeminu sinu og fór að borga tekjuskatt. Þannig að núna á 20 ára starfstíma er álverið á Reyðarfirði búið að borga 300 milljónir í tekjuskatt. Það er bara vegna þess að þeir ákvaða að breyta bókhaldinu hjá sér og þá endaði með því þeir borguðu 100 milljónir í fyrra og 200 milljónir þessu ári. Þeir hefðu annars aldrei þurft að gera það og það var ekki einu svona þrýstingur á þá að gera það. Má ég aðeins að við verum að tala um útsvarið á fjármagnstekjur sem ég held að allir skilji en síðan er þetta með þessar skeljar sem eru EHF sem að einn erfingin geymir söluhagnaðinn af útgerðinni inn í EHF og þarf ekki að borga skatt. Það var fyrir hrun að þá var linnulausar ábendingar til íslenskra stjórnvalda að þeir yrðu að stoppa aflandsfélög sem eru raunverulega bara svona skeljar þar sem að þú geymir bara penningin í Panama til þess að komast út af skatti og það mann voru allstaðar í okkar heimsluta var búið að setja upp lög sem ef þú gerir þetta þá horfum við bara framjá því þetta er ekkert félag þetta er ekkert nema bara einhver skel utanum þannig að við skattleggjum þig og þetta félag bara saman eins og þú sért bara Helgi Seljan. Það sama gildir og fólk þjóðfélög alls þar í kringum okkur hafa gert það. Ef þú stofnar bara einhverja skel sem er eitthvað EHF bara til þess að geyma peningana eða lætur að kaupa íbúðina þina og reka þig en ert ekki minna tekjur að þessu að þá bara, já, þú mátt alveg hafa þetta svona en við ætlum að skattleggja þetta bara eins og þetta séu þínar tekjur. Þannig að við skattleggjum þetta bara eins og einstakling. Indriði fyrirverandi Þorláksson, fyrirverandi skattstjóri, hann hefur svona verið að meta þetta og þetta eru 10 milljarða
Þetta eru 10 milljarðar á ári sem að við ákveðum bara hverju ári, við skulum bara gefa þessu fólki þetta. Það svo erfitt að eiga pening á Íslandi og þetta fólk að gera svo margt og gott og þetta borgi ekki einu sinni neitt til sveitafélagsins og eitthvað svona. Þannig að við skulum ekki vera að pirra það með einhverju skatt að vera að taka þeim skattin. Þannig að gefum þeim bara kannski 40 milljarðar ári. Þetta ákvörðun sem að stjórnvöld hafa tekið hér árum saman. Það vita allir sem vilja vita þessu að þetta vandamál. Við sósíalistar bentum á þetta fyrir síðustu kosningar og margir bent á þetta. Indriður skrifa mikið þetta. Og þetta bara, það liggur í augum uppi. Það eru 40 milljarðar sem að við hendum bara út úr gluggan. Fjármálaráðan bara okkur hendis út úr gluggan. Og við gerum bara ekkert í því. Og það engin umræða á þingi, það engin svona sem að segir, krakkar, sjáu ekki hvað að gera. Samfylkingin hefur reyndar verið að benda á þetta líka. Núna nýlega, það var þetta komið inn í stefnuna þeirra. En það líka annað sem áhugavert í þessu, það það að jafnvel þó við myndum gera, eins og ég var að grínast með þessum leiðara, fyrst að okkur auðnast ekki einhvern veginn að gera þetta svona, að við myndum þá bara gefa öllum eitt svona einkahlutafélag, þá getum við það ekki heldur. Af því að til þess að halda, þú veist, það kostar að græða, skilur. Af því að þú verður alltaf að hafa eitthvað svona lágmarkspening, þú veist, til þess að kaupa þér aflandsfélag, til þess að kaupa þér innlandsfélag, til þess að geta, þú veist, fengið endurskoðanda til þess að, þú veist, að aðstoða þig eða skattalögfræðing til að manupplúra með þetta, þú veist. Þannig að þetta heldur ekkert sem að getur staðið, sem stendur öllum til boða og það náttúrulega... Hætti ekki gera það náttúrulega. Nei, og auðvitað var ekki að standa neinu til boða, en þetta er svo augljóst, skiljiði. Við getum ekki lækkað skattana á lánafólkinu 40 milljarða. Við getum bara gert meira réttlæti. Þannig að kannski fólk sem á ekki fyrir mat út mánuðin að fjármálaráðherra sé ekki að hrifsa matinn af borðum fjölskylduna síðustu 4 daga mánaðins bara til þess að fá einhvern pening til þess að geta gefið peningana vinnu sínu. Í norrænu velferðarsamfélagi á ríkið að fungera sem jöfnunartól. Það eitt helsta grundvallar hlutverk stofnunarinnar ríkisins. Sú stofnun lýðræðislega rekin á að byggja skóla og spítala og hafnir og vegi og svo framvegis og svo á þessi stofnun að tryggja að skattkerfið virki sem jöfnunarkerfi vegna þess að þú ert með stéttskipt samfélag, þú ert með kapitalista og þú ert með millistétt, svo ertu með vinnuafl og ef þú ætlar að reka svona samfélag sem ekki einmitt bara eitthvað ógeðslegt einhver hryllingur eins og í Ameríku, þá þarftu að vera með sterkt velferðarkerfi sem að funnelar part af auðnum frá ríka fólkinu í gegnum skattkerfið til þeirra sem að vinna vinnuna og gera ríka fólki ríkt með vinnu sinni. Og hér er það öfugt, hér er bara svona sogað frá fólki og það er alveg sama, það geta komið eins og hjá Vörðu, endalausar kannanir þar sem það sést með skýrum hætti hver staða láglaunakvenna og barnanna þeirra er. Það geta komið fréttir það ár eftir ár að lífslíkur grunnskólamenntaðra kvenna séu að minnka. Það geta komið fréttir hversu hátt hlutfall láglaunakvenna þarf að fara inn í virk. Það geta komið fréttir örorkubyrði svokallaða hjá Gildi og núna til dæmis eitt nýtt plan hjá þessari ríkisstjórn þess að þau eru búin að laga eitthvað til hjá sér í örorkukerfinu en þá ætla þau meðal annars að fjármagna þá 18 milljarðar sem eiga að fara ekstra inn í kerfið með því að minnka jöfnunarframlagið inn í lífeyrissjóðinn ætla að taka sem að mun ef það fer í gegn en við munum stoppa það bara það fer ekki í gegn það mun að gera það verkum að réttindi verkafólksins sem borgar í Gildi munu þurfa að skerðast 3-5%. Þetta er svona þannig að það er eiginlega bara ótrúlegt að við séum ekki öll bara komið með einhver svona massífa kulnun vegna þess að þetta er orðið svo klikkað ástand að þú getur bara bókstaflega ekki snúið þér neitt nema bara rekast einhvern veginn á hvert absúrditetið á fætur öðru og svo heldur þetta bara einhvern veginn áfram. Og svo verðum við kannski bara öll dofin, ég veit það ekki. En ég meina þetta er sama fólk og tala núna að tekjutengja skólamáltíðirnar sem að, þú veist, bara... Sem þau eru samt aldrei að fara að gera. Nei, þú veist... Aldrei nokkuð tíma. Þetta er ekki fólki sem eignatengdi eða tekjutengdi leiðréttinguna eða gjaldfrjálsa eða skattfrjálsa nýtingu og séreignarsparnaði. Þú veist, þar eru við að taka lán í framtíðinni til þess að greiða niður íbúðakaup og húsnæðiskaup fyrir að stærstum hluta fyrir
efnaðasta fólk á Íslandi þú veist. Og það svo skrítið að þið afsakið það þarf alltaf maður þarf alltaf að hljóma eins og einhver gargandi kommunisti þegar maður ræðir bara svona basic hluti í þessu landi. Þú ert að ræða efnahagsmál, þú bara endur alltaf sem ef þú ætlar að ræða það. Sá sem gerir kröfu efnahagslegt réttlæti, hann kallaður argasti kommunisti. Það þetta drottnunavald sem ég var að tala um áðan. En það þannig að sættu þið bara við það og halda áfram að benda á það. Það tala umræðina. Ég var svo brjálaður yfir því í vikunni sem ég er með mikið jafnaðagið eins og flesti veit að ég var að lesa Viðskiptablaðið sem að þar eitthvað svona nafnlaus dálkur sem að Trausti Hafliðason hlýtur að skrifa því að hann ritstjóri blaðsins það sem er svona í ótrúlegum tón verið að tala um það sem sagt, það var verið að opna neyslurými rétt hjá okkur og það var verið að tala þar um að opnunatímið þar væri frá 10 til 4 á daginn alla daga, nema föstudagar semst á virkundum, þá væri opið til 2 og þá fóru þeir að segja, já það auðvitað vegna þess að það náttúrulega stytting vinnuvikunnar hjá opinberum starfsmönnum verður til þess að þetta ekki hægt. Þessi drullusokkar áttar sig náttúrulega ekki af því að fæstir af þeim sem að vinna í þessu neyslurými eru ríkisstarfsmenn fyrir það fyrsta. Þeir eru starfsmenn Rauða krossins og þetta fólk sem að fyrir klukkan 8 á morgnana búið að vinna betra starf heldur en þessum mönnum auðnast, þú veist, á allri starfsæðinni. En til þess einhvern veginn ekki að sparka því opinbera starfsmenn af því þeim finnst það alltaf svo töff og að tala um að opinberi starfsmenn þeir hafa árið svo gott. Þeir gleyma alltaf að tala um það að það var samið um það, þeir sömdu um það fyrir ekkert svo mörgum árum síðan að skerða lífeyrisréttindi opinbera starfsmanna gegn því að þeir fengju launahækkun en síðan þeir eru alltaf búin að snúa sér frá samningaborðinu þeir eru fara að tala um þetta og þess vegna verður þetta svona einhverju möntru og þá þetta, pældi, það að nota eitt veikasta hóp í samfélaginu til þess að berja á opinberum starfsmönnum. Hversu ógeðslega smá kelsóttur getur þú verið? Þú veist, það engin botn. Þvílíkt hyski. Það engin botn. Og ef þessi tónn sem þeir eru með þegar þeir eru að skrifa svo nafnlausu pistli hann svo ótrúlega heimskulegur og illgjarn og rætinn og svo trashy að það ótrúlegt. Já og þetta að vera að berja þú veist, það er eitt að níðast á smælingum en það eiginlega ennþá aumara þegar þú ert að nýta þess smælingjar til þess að berja á einhverjum sem þeir hentar ekki. Já, náttúrulega þá sem kilfu. Þetta eru menn í heilugu stríði. Bókstaflega. Þátturinn sjálfsér komin að enda. Já, nú þetta típist fyrir ykkur. Loksins er eitthvað fyrir að tala. Það er regla þegar eitthvað segir þetta sé hyski að þá hyski, þá ekkert við það að bæta sko. Nei. Þetta er einmitt dæmigert fyrir Ísland. Þegar kemur, ef einhver hefði setið úr þessum flokki sem var að halda fundin í gær, þá hefði hann pottitt farið að segja svona segir maður ekki. Og bara svona leika sem móðgaðan yfir því að ég nota orðið hyski sem bara gott íslenskt orð. Í, hvað heitir það sem á kvöldin á mánudögum, Silfrið? Einhvern tímann þegar ég var nýlega búin að gera kjarasamninginn og þar sat ég við hliðina á Elliða Vignissyni og svo einmitt var ég svona eitthvað að tala af því að ég mátti líka tala þarna og þess vegna var mér boðið væntanlega og þá gerði hann hann sussaði á mig og ég var bara eitthvað, mér langaði að segja, ertu að grínast? Þetta sussa á mig. Hann var svona, róaði þig. Er þetta ekki ótrúlegt? Mér finnst þetta ágætt, því að þarna liggur valdið og yfirlætið sem er í þessum dálkum og svona. Það sem þeir haldar hafa eitthvað vald og auðvitað hefur samfélagið gefið sjálfstæðisflokknum þetta vald. Elliði er að sussa á því að hann telur sig vera bara réttborðið þess. Hann er réttum megin og sjálfstæðisflokkurinn er miðjan og stjórnar öllu og ef þú ert í pólitík þá ætti að sækja vinnu í okkur, annars er ekki stjórntækur eða bara koma að lufsa eða eitthvað námskotan. Þetta vald hefur flokkurinn haft og það sem fær mig til þess að vera svo bjartsýn þessa daga að mér finnst bara að vera mikla líkur á þetta sé bara brotna fyrir framan okkur. Það gerðist í Mexíkó, það gerðist í Ítalíu, það gerðist víða, menn þessi flokkur er ekkert annað en þetta vald sem við gefum þeim og svo að þeir eru að deila út einhverjum svona bittlingum og svona sem þeir geta gert á meðan að við fáum svona annað stjórnmálaflokk sem að ber þetta fólk alltaf til valda. Þannig mér finnst vera líkur á því að þegar þetta komið svona í 10% og eitthvað svona þá bara hverfur þetta. Og við þurfum að segja barnabörnum okkur frá sjálfstæðisflokknum sem eins og til og þau segja hvað þetta
trúr á drauga eða eitthvað svona eins og Ég áhugamaður svona kjördæmapót og svona pólitískar keilur sem verða að slá út á landi. Nú hætt einhvern veginn, það var alltaf að grína því að þú veist Eysteinn Jónsson þegar hann kom og hélt fundi á Jökuldal þá passaði hans alltaf að koma aðeins svo seint, labbaði svo inn og stappaði sér fótunum og sagði nú þarf að fara að gera eitthvað við þennan veg og gerði þetta kosningar eftir kosningar og aldrei var vegurinn lagaður og en þarna afvopnaði hann allan fundin alltaf nema núna sjálfstæðinu framsóknarmenn nú þeir hættir að lofa því að bora jarðgöng nú ætla þeir að fara að geisla jarðgöng við erum í alvörun á þessum stað það er bara verið að Ég held að þingflokkur Sjálfstæðisflokksins muni ekki hleypa fjárlögum Sigurður Inga í gegn Ég held að Bjarni hafi ekki lengur stjórn á hægt að geisla Og þú ert að segja að þá verður bara ríkisstjórnin muni springa í september Hún er að segja að ríkisstjórnin muni springa fyrir 10. september fyrir þingflokkur Nei Jú, það er fyrsta mál á dagskrá Þingflokkur Sjálfstæðisflokksins muni ekki hleypa Er ekki þátturinn örugglega búinn, veistu ekki að segja það? Nei. Versta við er að VG er með plan sem segir alltaf þetta. VG er með plan hvað þau ætla að gera ef að ríkisstjórnin, ef að Framsóknarflokkurinn eða Sjálfstæðisflokkurinn sprengir ríkisstjórnina. En flokkurinn er ekki með neitt plan um það að sprengja ríkisstjórnina. Og ég held ekkert lýsir þessu betur. Þau ætla að vera með fund í lok október. En þá verður þingflokkur Sjálfstæðisflokksins sem er búin að ákveða hvernig þau ætla að gera þetta. Hvað þetta er spennandi. Já. Hvernig er þetta að gerast? Lókur. Nei, 10. september kemur þingi saman og þann dag er fjárlaga frumvarpið lagt fram. Það er nú gert atkvæðum. Og það er ljótt að segja að þetta geti gerst 11. september. 11. september. Það væri fínt. Nei, við sjáum til. Ég er ekki fann að sjá að þetta verði svona og ég er heldur ekki fann að sjá að við verðum Mexíkó. Guðlaugur Þór verður formaður og Guðrún Hafsteinsdóttir varaformaður í nokkur ár. Já, þá er það allt Kosið 27. október Þetta er ótrúlegt. Það er svo margt svo eftir að tala við ætlum að tala skýrsluna frá Vörðu stöðu fátækra kvenna ég talaði svo rosalega stutt þið talið svo rosalega mikið þið talið svo mikið Þú talaði mikið líka Við ætlum líka að tala kjaradeilu Eflingar við hjúkrunarheimilin talandi fjármagnar þetta er ekki svona eftirþáttsumræða og sveltarstofnanir sem að vinnuafl íslenskt og aðfluttir láti hlaupa og hjálpa okkur. Já, við komum bara saman hérna aftur mjög fljótlega. Sólveig Anna, Helgi Seljan og Helga Vala, það er hvatning meðal þeirra að þessi hópur komið saman aftur sem fyrst og tala saman. En við ætlum að gera smá hlé, það er von á formönnum verkalýðsfélaga og samtaka háskólamentara hérna eftir. Við ætlum að ræða kjarabaráttu þeirra og hvort að þau telji sig eitthvað líkur að þau nái saman í þessu efnahagsástandi sem að er. En áður en að því kemur þá kannski tökum við Sigurjón bróður minn smá spjall á meðan að við erum að sækja næstu gesti. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is